Brothers hér á ferð og lag sem heitir Listen to the Music en það heilmikil dagskrá framöndan hérna á Flúðum klukkan 8:30 í kvöld þá hlægileg kvöldstund með Ladda í félagsheimilinu og síðan eftir klukkan 11 og þá mæta strákarnir í Stuðlabandinu og Marino Lillendal mættur til mín, trommarinn, hæ. Blessaður. Hvernig hefur það? Rosa gott. Gott að vera á Flúðum. Hrikalega gott. Það alltaf gott viður hérna. Já, það bara, það eins og hér sé sumar allt árið í kring. Já. Ég var að hafa sambandi í Hveragerði áðan og þar var bara skýfall. Já, við skulum vona að þeir látið ekki falla á okkur. Nei, nákvæmlega. Það væri nú verra. Þið verðið í félagsheimilinu í kvöld, Stuðlabandið. Já, við Ætlar Alma Dögg að mæta? Já, hún var nú eitthvað fúl samt. Já. Hún var nú búin að segja okkur upp en við vorum... Hún alltaf að segja ykkur upp. Já, hún að því, sko. Ja, þetta frábært lag. Já, þetta skemmtilegt lag. Þetta vel hefnað, við erum ánægðir með þetta. Og Heimir Eyvinda á hróskili fyrir þetta lag. Já. Heldur betur. Mr. Miyagi eins og við kallum hann. Já, nákvæmlega. Lærifæðurinn. En þeir eru búin að vera svolítið duglegir að taka upp og gefa út og til dæmis lagið Nóttin okkar, hún nú lagið við hljóma heilmikið hérna. Já. Eru þið núna á fullu, ekki bara komið að diski eða hvað? Þið eigið fullt af efni. Já, það er eitthvað til. Ég að setja press á þig. Já. Ég ætla ekki að koma með einar yfirlýsingar en það er... Fyrir jól. Það er eitthvað til og það koma fleiri lög fyrir jól, en það kemur ekki plata fyrir jól. En nú þetta orðið svolítið mikið í dag að eins og tæknin að maður getur meira og minna að gera þetta bara sjálfur. Eru þið í því eða? Já, við gerum það sko. Ég tek þetta allt upp sjálfur og svona grunnvinn þetta áður en að ég læt einhvern galdramann taka þetta og mixa þetta. Já, nákvæmlega. En þetta er náttúrulega... Og þá bara með... Menn geta gert ýmislegt sjálfur en ég er svo sem búinn að sækja mér einhverja ákveðna þekkingu í þessu. Nákvæmlega. Þú ferð ekkert ólærður í eitthvað svona? Nei, menn geta nú samt fikta sig heldur. Það er ýmislegt hægt að googla og inn á YouTube. Já. Það er ýmislegt hægt að gera og það kemur meira efni frá okkur núna bara á næstinu. Það er frábært. Við erum alltaf svona með hugan í stúdíónu. Já. Þannig að góður í siglingu. Á milli þess að við spilum, þannig að það búið að vera alveg hrikalega mikið að gera hjá okkur. Já. Og Þið eru að spila nánast allar helgar. Já, það er bara, þetta er óþrjótandi. Og þannig lærum maður líka árangri. Já, ég meina það er fólk er byrjað að muna eftir. Já, taka bara eftir okkur. Þetta er svona, við erum búin að vera mjög sýnilegir og duglegir bara að spila. Þannig gerist þetta. Og það gerist ekki öðru sem. Hvað er Stuðlabandið? Hvað er þetta gamalt band? Já, ég meina, fólk kannski, þetta er nýtt fyrir fólki en ég er búin að vera í þessu ásamt mínum bestu vinnum í núna, þetta er 11. árið. Já, hvað voru Green Day til dæmis búin að vera lengi til þegar þið lóksins smekkuðu það? Eða mörg önnur bönd? Já, þetta tekur fólk heldur ofta að þetta sé að vera í hljómsveit og spila á böllum eða tónleikum sé rosalega mikið glamúr og svoleiðis en fólk kannski átta sig ekki á því að á baki einhverjum smá árangri í tónlistabransanum er þvílík vinna og þvílíkur tími sem liggur á baki í æfingum og dag og nótt og pælingar og menn náttúrulega þetta er menn þurfa að þróa með sér náttúrulega hæfileikana sem þær hafa eða ekki og spila bandi saman og bara sjálfan sig. Er 11 ár? 11 ár. Já, það er bara þannig og þið eru nú, þetta er ekki tríó, þetta er ekki kvartett, hvað eru þið margir? Þetta er ekki sextett, þetta er sjötett. Ég veit ekki alveg. Er þetta sjöund? Já, það mætti kalla þetta sjöund. Eru þið 7 stykki í bandinu? Þetta er major sjöund. Já. Hún er fallegri heldur en venjulega sjöund. Já, nákvæmlega. Og þetta er, þið eru með allskyns hljóðfæri á sviðinu, þið eru 7 stykki í bandinu. Já, við erum náttúrulega með þetta klassiska, bassi, trómu, gítar. Já. Svo erum við með, Kongó, er það ekki? Kongatrómur og slagverkleikara sem sagt. Við erum með hljómborðsleikara. Já. Og við erum með kassagítarleikara. Þið eru með 3 kassagítarleikara? Við erum 2. Nei, við erum með 1 kassagítarleikara og 2 gítarleikara. Já. Hljómborðsleikara. Svo erum við náttúrulega með 5 rattir. Já. Sem mynda skemmtilega vegg. Þið voruð hjá okkur í gær í beinni og það var allavega lögin sem þið eru að taka. Þetta er rosalega fjölbreytt tónlist. Já, við
það má eiginlega segja, við bregðum okkur í allra kvikinda líki, sko. Við erum hérna, við erum að spila á Þorrablótum og svo kannski hérna daginn eftir erum við að spila á úlingaballi eða grunnskólaballi eða skólaballi. Við erum að spila á ásatíðum fyrir fólk á öllum aldri og þetta bara, það gott að geta verið svona kamilón, geta þóknast öllum, geta tekið rockið og geta tekið sjómannavalsinn og geta tekið gömlu dansana og þetta nýja og þetta klassíska og það geta verið bara, út allt. Nákvæmlega. Það hérna... Og fólk getur fundið ykkur á Facebook? Já, það getur fundið okkur á Facebook. Plöggum þetta? Já, þetta er bara stuðlabandið, þetta er ekki flókið. Nei. Fólk veriðst samt oft, hérna, við hefum nú fengið ýmsar útgáfar af þessu, stuðlagabandið. Já, nákvæmlega. Svo fengum við daginn stuðlabandalagið. Já. Það er hérna ýmislegt svona. Það er stuðlabandið. Já, þetta tekur svona tíma og meðan fólk er svona átt að segja á því að við séum á liða þá. Svona lókum, Malli, hvaðan kemur nafnið stuðlabandið? Herðu, það er nú ekkert rosalega mikil fræði eða pælingar á bakvið það. Við erum ekki hópur sem að hittist á stuðlum? Á stuðlum fyrir vandræðaúlinga. Við erum oft spurðir af því. Já, það? Já, mjög algengt. En við, sem sagt, upprunalegi hópurinn sem að starta þessu batteri, við æfðum á stuðlum sem er dýraspítala hérna í Ölfusinu. Já. Réttur hérna Selfoss. Og við æfðum þar sem sagt. Bærinn heitir Stuðlar. Við vorum í bílskútum þar í horninu, bak við tjöldin. Sem að leiddi bara til þess að við vorum í vandræðum þegar á Hólmi var komið og búið að bóka fyrsta giggi. Og það var það hvað heitir bandið? Já. Og það var það eru reyndar stuðlabandi hérna einu sinni Pampers eftir bleiðanum. Svo var það fyrsta nafnið? Já, það var fyrsta nafnið. Síðan Þið hefur getað mikið skemmtilega sponsor á það? Já. Það er kannski ekki spurning að gera það svona í seinni tíð þegar menn fara að stofna fjölskyldur og svona. Já, segðu. En síðan hétum við einu sinni Hakk, þá var þegar við vorum að hita upp fyrir Buff á Hættusöfballi. Já. Hakk og Buff. Já. Þetta er og síðan stuðlabandi hefur alltaf loðað við, sko, þótt að það hefur verið svona einhver örnefni hér og þar en í mínum huga hefur þetta alltaf heitið stuðlabandi. Já. Og það er bara komið til að vera? Já, fólk hefur oft verið að spyrja, skilur, ekki að fara að breyta nafn, þetta er svo einhver gamla kallar hljómsveit þetta er náttúrulega svolítið háfleygt ég veit ekki hvernig þetta virkar bara tekur í þetta en fjölbreytt eins og þú segir, þið spilið fyrir alla hópa. Spurningum það að berja sig nógu oft í andlitið af fólki og þá verður þetta bara æðislegt nafn. Og þið ætlaði að halda áfram að gera það í kvöld í félagsheimilinu? Já, við ætlum að vera með öll lögin bara. Það er bara þannig. Og byrjuðu úr miðnætti þá eða? Já, ég hugsa að við reynum að byrja fyrr en síðar bara. Já. Bara til að við erum líka bara græðir að spila. Nákvæmlega. Við tölum góða íslensku bara. Við erum bara, þetta er bara svo ógeðslega gaman. Nákvæmlega. Marino, endum þetta á stuðlabandinu Nóttin er okkar. Hún verður ykkar í kvöld. Góða skemmtun. Takk kærlega.